Hæ, ég heiti Lukas Stói, ég er nemandi á K2-brautinni í Tækniskólanum og ég er að vinna á lokaverkefni Ísbor. Ísbor er verkefni sem við erum að fjalla bráðnun jökla á landinu og áhrif þar á náttúru. Ástæðan okkur að fjalla jökla er vegna Ísland er eitt af fáu löndum sem er ennþá með fullt af jöklum eftir, en þeir eru að hrofna allt of hratt. En hvað þýðir þetta í raun? Er þetta bara náttúrulega afleiðingar sem hafa áhrif á Ísland? Við skulum hafa viðtal við nokkra prófessora í HÍ til að sjá hvað þau hafa að segja þessi mál. Já, velkomin í Háskóla Íslands. Við erum í Öskju og ég heiti Guðfinna Aðalgeirsdóttir og ég er prófessor við jarðvísindadeild Háskóla Íslands og við erum staðsett hér í Öskju sem er í Vatnsmýrinni. Já, hversu lengi ertu búin að starfa við starfið? Ég kom hingað árið 2012 en þá var ég búin að vera í útlöndum í 18 ár og ég lærði hér og svo fór ég til Bandaríkjanna og ég fór til Sviss og gerði bæði meistar- og doktorsverkefni og svo vann ég í Bretlandi og í Kaupmannahöfn áður en ég kom hingað 2012. Það er ótrúlegt. Já, mjög skemmtilegt. Hver er þín álit á bráðnun jökla? Það sem við sjáum er að jöklarnir eru að bregðast við hlýnun jarðar og jöklarnir eru svolítið góðir eins og hitamælar þannig að þeir finna í rauninni það sem við kallum jafnvægi við loftslagið sem að þeir sitja í þannig að þeir snjóar á það á veturnar og svo bráðnar á sumrin og ef það er svona svipað loftslag yfir langan tíma þá ná þeir ákveðinni stærð. Ef það hlýnar að þá bráðna meira heldur en kemur á þá á veturna og þá styttast þeir og minnka og þeir bæði þynnast og styttast og það er það sem við erum að sjá bæði á Íslandi og alls staðar í heiminum að því að loftslagið er að hlýna og við skiljum að það er vegna þess að það er aukning á gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftinu að þá bregðast jöklarnir við með því að minnka. Af hverju finnst þér mikilvægt að við ætlum að vernda jökla íslensku náttúrunnar og annars staðar í heiminum? Alls staðar í heiminum hafa jöklarnir ákveðið menningarlegt gildi og eins og Íslandi þá heitum við Ísland af því það eru jöklar á Íslandi. Þeir hafa áhrif á jafnvel svona ferðamennsku og svo mikið er þeir mikill vatnsforði. Og til dæmis íslensku jöklarnir, þeir geyma svo mikið vatn, það er frosið vatn sem er í jöklunum að það er það bil 20 ára úrkoma. Jafn mikið og kemur úrkoma á 20 árum sem er geymt í jöklunum. En þeir eru líka einhvers konar minnisbók, sagt, þess að þeir geyma íslensku jöklarnir svona 800 til 1000 ára gamla sögu en stóru jöklarnir eins og Grænlandi og Suðurskautslandinu þeir geyma úrkomu sem hefur fallið yfir mörg 100.000 ár. Og jöklarnir til dæmis, og það er búið að finna stað á Suðurskautslandinu þar sem þeir hafa fundið 1.000.000 ára gamlan ís. Þannig að með því að bora í gegnum jökulinn þá er þetta að fá loftslagssöguna og kannski úrkomusögu líka, það fyrir eftir hvað upplausnin er mikil. Og með því að bora í gegnum Suðurskautlandi þá hafa þeir fengið 1.000.000 ára sögu loftslagsins aftur í tímann sem er náttúrulega mjög gott. Þannig að jöklarnir eru frábær minnisbók en þeir líka segja okkur hvernig loftslagið er að breytast af því að þegar kólnar þá stækka þeir og svo þegar hlýnar þá minnka þeir. Þannig að með því að fylgjast með hvernig jöklarnir eru að bregðast við þá skiljum við betur loftslagsbreytingar. Allir jöklar á Íslandi bráðna. Hver heldur áhrifin á náttúruna hér á landi myndi vera? Það eru margvísleg áhrif. Og það kannski getur við sagt að eina áhrifin sem að jöklarnir hafa er að þeir eru mjög þungir þannig að þeir ýta landinu svolítið langt niður af því að þeir eru svona farg, það er svona farg á landinu og þegar þeir léttast þá lyftist jörðin upp af því þá bara er þetta farg sem er búið að vera á að léttast og þá lyftist upp. Það getur haft áhrif á eldvirkni. Til dæmis eru mörg eldfjöll eins og Katla og Eyjafjallajökull sem eru á suðurströndinni og svo eru nokkur eldfjöll undir Vatnajökli, Katla og Eyjafjallajökull eru Katla undir Mýrdalsjökli og undir Vatnajökli eru Grímsvötn og Kverkfjöll og Bárðarbunga og Öræfajökull og þegar þessi farglétting verður getur það haft áhrif á eldvirkni þessar eldstöðvar. Við skiljum það ekki alveg ennþá en við erum að vinna í því að skilja betur hvaða áhrif þessi létting hefur. Þessi farglétting í jöklana. Það hefur líka áhrif á árstíðasveiflu í vatnsrennsli áa og til dæmis í Himalajafjöllunum þar sem eru svona úrkomu tímabil, það kallar svona monsún tímabil. Þá kemur rosalega mikil úrkoma yfir stutt tímabil og það geymist þá í snjó og í jöklunum
Og svo þegar kemur þurrt tímabil og kannski hlýrra, að þá svona hægt og rólega snjórinn og svo jöklarnir að bráðna. Þannig að þá verður vatn í ánum allt árið, jafnvel þó að regntímabilið sé bara mjög stutt. Já. Þannig að þegar jöklarnir hverfa, þá ekkert regnið fellur sem bara vatn en ekki sem snjór, eða úrkoma fellur sem regn en ekki snjór, að þá verður regntímabilið eina tímabilið sem vatn í ánum. Þannig að þá fer allt vatni bara leið. Og engin snjór sem að tefur bráðnun, eða tefur það að vatni fari ánar. Þannig að í Himalajafjöllunum og í Andesfjöllunum, þar sem fullt af fólki reiðir sig á vatnið sem að kemur þá yfir þurrkatímabilið sem annarkvort bráðnandi snjór eða bráðnandi jöklar, að þá hefur það mikil áhrif á þau svæði. Það sem við gerum, við notum margvíslegar rannsóknir, eða margvíslegar aðferðir, þannig að við erum bæði að fara á jöklana og við förum á jöklana á vorin og þá mælum við hvað snjólagið sem að kom allan veturinn þykkt. Þannig að við förum yfirleitt í apríl eða maí áður en að byrja að bráðna og þá mælum við snjóþykktina og setjum svo stiku á staðinn sem mældur. Og stikan svo yfir allt sumarið og snjórinn bæði að þjappast og bráðna yfir sumarið og við förum svo aftur á sömu stikuna og mælum annarkvort snjórinn allur farinn ef það neðarlega á jöklunum, þá allur snjórinn og einhver hluti af ísnum undir búinn að bráðna, en efst upp á jöklunum þá einhver snjór eftir og það hvað sem við köllum afkomusvæði. Og af því við förum aftur á sömu stíkuna, þá mælum við hvar hún með GPS-tæki eða það heitir GNSS-tæki núna og þá getum við fundið út hvað stíkan búinn að hreyfast yfir sumarið. Þannig fáum við hraðan á jöklinum á öllum stíkunum sem eru mældar. En við notum líka gervihnattamælingar og þá berum við saman bæði mælingar úr gervihnöttum og finnum hæðarbreytingar út frá bara hæðamælingunum og líka hraðamælingar. Með því að bera saman 2 mismunarkort þá fáum við hraðan líka. Þannig að við getum bæði fengið hraða á stíkum og svo úr gervihnöttum svona hraðasvið. Og það var það sem Eyjólfur sýndi okkur líka í erindinu í morgun, að við notum alls konar aðferðir til að mæla. Já, og bara þakka ykkur ákveður. Takk fyrir þetta viðtal. Já. Þakka fyrir hann Tækniskólans. Já, takk fyrir og gaman að hitta ykkur og velkomin aftur. Takk fyrir. Sæll, ég heiti Eyjólfur, ég jöklafræðingur, Magnússon. Hversu lengi ertu búinn að starfa við vinnu þína? Ég búinn að vera vinna á þessari stofnun og fyrirrennar hennars fyrst sem bara sumarstarfsmaður. Já. Ég byrjaði sem slíkur 1998. Já. Þannig að ég búinn að vinna hérna reynaður í næstu 30 ár. Já. Hvað þín álit á bráðnun jökla nú til dags? Það sést bara að jöklar á Íslandi, þeir eru almennt að bráðna ansi mikið og það bara staðreynd. Það er ekki beint skoðun, það bara staðreynd. Já. Þeir eru svo sem að á sumum stöðum að hverfa hraðar heldur en annar staðar. Já. Mikið að spá í að jöklar eru kannski mikilvægir fyrir íslenska náttúru og samfélagið, eða? Já, ég tel þá vera það og ég sé eftir þeim þegar þeir eru að hörfa. Þeir svo sem hörfa, við búum það vel á Íslandi að ég á mínum starfsaldri mun ekki sjá neina stóra jökla hverfa en minni jöklar eru að hverfa og dæmið það til dæmis Svogjökull sem horfinn og svo eru aðrir jöklar sem eru á mjög svipaðri leið og hann. Hvað getum við gert þannig að jöklarnir hofna minnar hægar? Eina sem hægt að gera raun og veru að minnka útblástur á CO2. Okay. Það allar aðrar aðgerðir, þær eru alltaf á svo smáum skala og svo tæknilega flóknar að það ekkert að fara. Það eina sem við getum gert, og þetta er náttúrulega eitthvað sem ef við Íslendingar gerum það bara einir, þá kannski munar það ekki miklu, en það er eitthvað sem all heimsbyggðin þarf að gera, að draga úr
útblæstri CO2. Ok. Hvað heldur áhrifin verða ef jöklar allir, segjum Vatnajökull, hverfur, eða þú veist bráðnar niður, hvað heldur áhrifin á náttúrun og umhverfið myndi vera? Það verða á Íslandi það náttúrulega kemur í ljós nýtt land og við sjáum það að þessi svæði, þau í núverandi loftslagi þau svo sem víða gróa ótrúlega hratt upp, annars staðar ekki og það birtast ný stöðuvötn og sums staðar mun þetta vera bara stærðarvötn sem kom í ljós og eru þegar farin að koma í ljós eins og Jökulsárlón sem að svona kannski að meiri hluta komið fram en á eftir að ná langt inn í jökulinn þegar að jökull hópar lengra. Erfitt að segja, sko, við á Íslandi búum kannski það vel að loftslagsbreytingar, ef að þær halda bara áfram að verða hlýnun, eru kannski að sumu leyti jákvæðir fyrir gróðurfar og annað slíkt hér. Meðan að aðrir heimshlutar eru í stórkostlegum vandræðum af því að bara loftslag bara að verða á mörkum þess að það sé byggilegt. Það raun og veru að mörgu leyti mun stærra vandamál heldur en það sem við eigum við að jöklarnir sé að hverfa. Og en þetta mun hafa ýmsar afleiðingar fyrir okkur, bæði góðar og slæmar, en eitt af því sem að við búum hér á Íslandi, þá stór hluti af okkar raforkuframleiðslu, það hún byggist á jöklum og meðan jöklarnir að minnka og bráðna hratt, þá eykst vatn í jökulám, en þegar þú kemur að einhverjum ákveðnum mörkum þá jökullinn bara orðið það lítill að það vera að minnka aftur í ánum. Þannig að þá dregur aftur úr raforkuframleiðslu út af sem nýtt þegar það sem verið að nýta jökular. Já. Heldur einhvern tímann að jöklar myndu stækka aftur eða vera aftur stærri eða? Ef við erum að hugsa á jarðfræðilegum tímaskala, þá ég alveg viss að það gerist einhvern tímann sem að kannski maðurinn mun ekki sjá. En svo það líka hitt að við vitum ekki, við getum sú hlýnun sem í gangi, hún getur haft þær afleiðingar og það raunverulegu möguleiki að hafstraumarnir í kringum Íslands, þeir muni breytast stórkostlega á þann hátt að það færi að kólna á Íslandi þó að víðast hvar annars staðar í heiminum yrði gríðarleg hlýnun. Já. Og ef það gerist þá færi jöklarnir að stækka aftur. Já, þá bara þökkum við fyrir okkur og takk fyrir þetta viðtal. Við sjáum að bráðnun jökla bæði vísinlegt fyrirtæki og raunveruleiki. Þetta mun hafa áhrif á okkur öll einhvern tímann í framtíðinni. En hvað næst? Viljum við vekja athygli á bráðnun jökla allan heim. Að lokum vil ég þakka öllum takk kærlega fyrir athyglina og þakka fyrir hönd hópsins Dyngjugöll.